fundarins Guð læknar og við ætlum að vera bara með svona sterka lækningapredikun, lækningabænir og eftir. Þannig að endilega verið með okkur allan fundin, ekki missa af hugleiðslubæninni eða fyrirbænunum. Og ég skynjaði þegar ég var að biðja fyrir stundinni áðan, þá skynjaði svo rosalega sterkt nærveruheila anda. Og ég bara lá alveg kylli flöt í gólfinu og ég grét af því að nærvera hans var svo ofboðslega sterk og það var svo mikil lotning í hjartanu mínu og svo mikil uppgjöf gagnvart heilugum anda þar sem ég var að biðja hann að í rauninni setja mig algjörlega til hliðar svo að hann geti stigið niður og starfað, talað og læknað og leitt til sín þær sálir sem eru ennþá þarna út í myrkrinu. Ég veit að hann að gera það í kvöld og mér langar svo til þess að byrja að segja ykkur stuttlega frá því minni eigin persónulegu reynslu af því að ég veit fyrir víst að það er satt að Guð læknar. Og ég veit það fyrir víst ekki bara því ég er búin að vera að lesa í orðinu heldur líka að því að ég hef upplifað það á mínu eigin skinni. Ég hef upplifað lækningu Guðs á mínu eigin skinni og það var þannig að árið 2012 að þá var ég algjör brunarúst og að niðurlótum komin. Ég var búin að vera að glíma við mjög svæsinn alkohólisma í mjög mörg ár. Ég byrjaði ofboðslega ung að drekka, fór í mjög mikla óreglu og fór í mikla neyslu strax bara á unglingsárum sem að fylgdi mér og ég var orðin alveg svona mjög svæsinn alkohólisti sem mjög ung kona. Og ég var að glíma líka við átröskun og brotna sjálfsmynd og kvíða og ofsakvíða og svefntruflanir og mjög mikla þreytu og ég var að glíma við krónískt verkjavandamál þannig að ég þekki það á eigin skinni hvernig það er að vera með svona krónísk neikvæð einkenni og bæði andleg og líkamleg veikindi. Og ég trúði því í hjarta mínu að ég væri sjúkdómsfórnarlamb, að ég væri einskis virði og ég óttaðist meir en allt annað að vera dæmd í eilíf veikindi og ég væri bara dæmd til þess að vera sjúklingur og fárveik allt mitt líf. Og á þessum dimmasta tíma lífs míns, þar sem að alkohólisminn hafði einhvern veginn algjörlega tekið yfir líf mitt og ég var bara alveg undir hælnum á Bakkusi, að þá lá ég upp í rúmi nær dauðinn lífi og þarna á þessum tímapunkti þá var ég bara orðin rúmliggjandi af alkohólisma. Það var þannig að ég vaknaði, ég byrjaði að drekka og ég drakk þar til ég datt út og missti meðvitund og eina markmiðið með drykkjunni hjá mér var að missa meðvitund af því að það var orðið óbærilegt. Vanlíðanin var orðin svo sterk og svo mikil að það var orðið óbærilegt að vera bara vakandi, að vera til. Að ég gat ekki setið, ég gat ekki legið, ég gat ekki staðið, ég gat ekki gert neitt út af því að vanlíðan var búin að taka svo mikið vald yfir mér. Og ég vaknaði þarna daginn eftir mikla drykki og það var svona dundrandi hjartsláttur innan með mér og dundrandi hausverkur og ég upplifði það að ég væri að deyja. Og ég fann það innan með mér að ef ég myndi halda svona áfram þá yrði ekki langt þangað til að ég myndi deyja. Og það var svona ótti sem var búin að yfirtaka mig. Það var svona ótti við að deyja, ótti við að farast og ótti við það að komast ekki út úr þessu fangelsi. Og ég lá þarna í rúminu og það var svona, og það gerðist eitthvað. Það var eitthvað ljós sem að kviknaði, einhver von sem að kviknaði í hjartanu mínu og ég trúi því í dag þegar ég horfi tilbaka að þetta hafi einhver verið að biðja fyrir mér. Mögulega einhver sem ég þekkti ekki neitt. Mögulega bara einhver ókunni manneskja að biðja fyrir veikum alkohólistum. Og það sem að gerðist var að ég fann í hjartanu mínu að ég þurfti að taka ákvörðun. Ég þurfti að taka ákvörðun að velja annaðhvort lífið eða dauðann. Ég þurfti að taka ákvörðun að velja að lifa eða deyja og þarna tók ég ákvörðun og ég valdi lífið. Og mér langar að vísa hérna í 5. Mósebók 30. kafla 19. vers þar sem segir ég kveð í dag bæði himinn og jörð til vitnis móti yður að ég hef lagt fyrir því lífið og dauðann, blessunina og bölvunina. Veldu þá lífið til þess að þú og niðjar þínir megi lifa. Og þarna er Drottinn að tala. Veldu þá lífið og þarna greip Guð inn í líf mitt
Jafnvel þótt að ég hafi á þessum tíma og allt mitt líf verið yfirlýstur trúleysingi. Jafnvel þótt að ég hafði hafnað Guði og sérstaklega Jesú. Ég hafði spottað og gert grín að Jesú og ég hafði gert grín að fólki sem trúði á Jesú. Og það var engin trú í hjarta mínu það að hann væri yfir höfuð til eða hefði nokkuð tíma verið til. Af því að sjáðu til, ást Jesú á þér ekki háð því að þú trúir á hann, elskir hann, hlýðir honum eða fylgir honum. Ást hans til þín algjörlega skilyrðislaus og algjörlega óháð þínum verkum, algjörlega óháð þinni fortíð eða þínum lifnaðarháttum yfir höfuð. Og þrátt fyrir að ég hafði hafnað Jesú, bara það að einhver var að biðja fyrir mér, biðja fyrir veikum alkohólistum, þá gat hann gripið inn í líf mitt og hans ást til mín bjargaði lífi mínu á þessum tímapunkti. Og hefur gert það oft síðar líka. Og það var þá sem ég fann loksins styrkin sem ég hafði aldrei haft áður til þess að rísa á fætur og fara að leita mér aðstoðar við mínum alkohólisma. Af því ég hafði verið svo uppfull af skömm að ég gat ekki hugsað mér að leita mér aðstoðar. Það mátti enginn vita að ég var alkohólisti, það mátti enginn vita hvað ég var veik og ég hafði barist í öll þessi ár fyrir því að láta allt líta vel út á yfirborðinu og enginn mætti vita hversu veik ég var. Og þarna þurfti ég að brjóta odd og oflæti mínu og leita mér hjálpar. Og þannig að skráði ég mig á Vog og það tók mér svo 2 ára meðferðarbrölti að ná að verða edrú. Og það var algjör vendipunktur í minni tilraun til þess að verða edrú þegar ég loksins ákvað að segja, ok, ég tilbúin að vilja trúa því að það sé til einhver aðri máttur þarna úti. Að því ég hafði hafnað því. Ég sagði, ég ætla að fara í gegnum öll sporin, A-sporin og vinna þetta, en ég ætla ekki að trúa að það sé einhver aðri máttur til. Ég var með svo forhert hjarta gagnvart Guði og gagnvart því að það væri eitthvað þarna úti, eitthvað aðra mér, að ég þurfti bara næstu að deyja til þess að komast á þann stað að vera tilbúin að segja, ok, ég vil trúa. Ég vil trúa en ég trúði ekki. Og það var nóg, af því að þá byrjaði ég að fara á hnén og ég byrjaði að nota bænina og þá fann ég að bænin var að virka. Ég fann að það hjálpaði mér og mér tókst að verða edrú. Og smátt, í gegnum það að sækja fundina og heyra reynslusögur annara og í gegnum það að nota bænina og finna að bænin var að hjálpa mér, þá fór ég að trúa því að einhver æðri kraftur, einhver óskilgreindur æðri máttur geti gert mig andlega heilbrigða á ný. Og þrátt fyrir að ég var orðin edrú þá var ég samt ennþá mjög veik. Ég var með kvíða og ofsakvíða og átröskun, sjálfsmyndin var brotin og hjarta mitt var fullt af reiði og gremju og ófyrirgefningu og hausinn á mér var í algjöru rugli. Það var spólandi þvottavél í hausnum á mér allan daginn, alla daga. Og það hélt fyrir mér vöku á kvöldin þegar ég var að reyna að fara að sofa og svo þegar ég vaknaði á morgnana þá var ég þreytt og ég var alltaf þreytt. Og ég þekkti hvorki Guð né Jesú en þetta harða og forherta hjarta sem ég hafði var smátt og smátt að mýkjast, smátt og smátt að mildast gagnvart Guði. Og svo var það vorið 2019 og þá er ég búin að vera edrú síðan 2013. Edrúdagurinn minn 27. desember 2013 og það var 2019 að það var þá sem að Jesús mæti mér í hugleiðslu og þá byrjaði ég að trúa á hann. Þá fyrst fór ég að trúa á Jesú og mér langar að segja við alla sem eru þarna úti sem hafa verið að glíma við alkohólisma, eru jafnvel enn að glíma við alkohólisma. Ekki vera með þetta forherta hjarta sem ég var með, ekki sóa mörgum árum í að lifa og ganga án Jesú Krists eins og ég gerði. Þú veist, fynda núna. Takt á mótunum núna. Amen. Ef þú byrjar að tala við hann, þá myndu finna nervur hans. Þú myndu byrja að gráta þegar þú finnur hann snerta hjarta, þegar þú finnur hann snerta við þér og finna lækninguna innra með þér. Amen. Og
þegar Jesús mætti mér í hugleiðslubæninni, þá hefði ég verið í örvæntingafullri leit að lækningu. Jafnvel þótt ég væri búin að vera edrú í mörg ár og ég var búin að taka til í mínum ytri lífsstíl. Ég hreyfði mig, borðaði allt og svo framvegis, að þá var ég ennþá með þessa brotnu sjálfsmynd og hennan kvíða og ofsakvíða og þessa þreytu og þessa krónísku verki. Ég var ennþá veik, þótt ég var búin að vera edrú. Ég skildi ekki af hverju ég var svona veik. Mér fannst ég vera að gera allt rétt. En þegar Jesús mæti mér og þá sé ég og upplifi stórkostlustu stund lífs míns og ég sé það fallegasta, stórkostlegasta og besta sem ég nokk tíma séð og upplifað. Og líf mitt umbreyttist algjörlega einu augabragði. Og ég endurfæddist þegar ég tók á móti hann, ég byrjaði að trúa hann og ég byrjaði strax að náið samfélag við hann í gegnum hugleiðslu. Og hann fór að sýna mér af hverju ég hafði verið svona veik. Og hann fór að útskýra fyrir mér hverjar rætur veikindana voru og svo fór hann að leiða mig skref fyrir skref í að fjarlægja þessar rætur. Og það voru þessar 3 rætur sem ég alltaf að tala svo mikið um. Sambandið sem ég átti við sjálfa mig sem var mjög slæmt. Ég var minn eigin versti óvinur, hafði hafnað sjálfur mér, ég reif sjálfa mig niður, með neikvæðu sjálfsniður yfir, ég var með svipun og sjálfur mér og krafðist þess að ég væri fullkomin og allt sem ég gerði væri fullkomið. Jafnvel þótt að það veri algjörlega óraunhæft og svo ef ég náði ekki að standast þessar óraunhæfu kröfur þá reif ég mig niður fyrir það líka og ég fór að átta mig á því, það er ekki skrítið að ég hafi verið veik og mér hafi liðið illa. Þegar ég komið svona fram við sjálfa mig að vera minn eigin versti óvinur og hann fór að hjálpa mér að meðtaka hans elsku til mín og hans kærleika og þá fór ég að geta elskað sjálfa mig. Og hann sýndi mér líka að hjarta mitt var fullt af ófyrirgefningu og það þýðir bara að ég hafði ekki fyrirgefið sjálfur mér eða öðrum eða neitt frá upphafi. Þannig að öll áföllin og erfiðleikarnir og þrengingarnir og allt sem ég hafði gengið í gegnum sat fast í hjartanu mínu, í líkamanum mínum og var að skapa alls konar vanlíðan og ófrið og ófrelsi. Og þegar ég fór að í þetta gegnum þetta sem ég kalla svona fyrirgefningaferðalag með Jesú og þá var tímabili í lífi mínu þar sem ég grét rosalega mikið en það var svo mikið léttir. Það mokaðist bara áföllin og myrkrið út úr hjartanu mínu á þessu tímabili og ég fann meiri og meiri létt og meira frelsi. Og síðan 3. rótin, það var þetta ofboðslega óheilbrigða hugafar sem ég hafði verið með og Jesús fór að kenna mér að umbreyta hugafarinu mínu, að skipta út þessu myrka hugafari fyrir hugafar sem er fullt af ljósi, sem er fullt af kærleika og friði í Jesú Krist. Og nokkrum mánuðum eftir að Jesús mætti mér í hugleiðslu, þá var ég algjörlega læknuð. Ég var búin að læknast af kvíðanum, ég var búin að læknast af átröskuninni, ég var búin að læknast af krónísku verkjunum, ég hafði verið með króníska verki í hálsi, herðum og baki mörg ár, ég var búin að læknast af þessari síþreytu og Guð gaf mér nýja sjálfsmynd. Og þessi nýja sjálfsmynd er grundvölduð í honum og hefur ekkert með mig að það sem ég er að gera heldur, hefur allt með það sem Jesús Kristur er að gera og það sem hann er og það sem hann gefur okkur. Líf í fyllstu gnægð, að vera synir og dætur Guðs sjálfs almáttugs. Það er ekki lítið, það er rosalegt. Og í dag hvílir sjálfsmyndin mín þar. Og seinna, eftir ég var að ganga síðar á göngu minni með Jesú, kom þessi algjöra sannfæring og opinberun sem gerði svona sift innra með mér að þegar verkið sem Jesús vann á krossinu var ekki bara að fyrirgefa allri synd, heldur líka að hann læknaði alla sjúkdóma. Hann tók á sig alla sjúkdóma og öll mein og af því að hann gaf líf sitt á krossi og vann þetta verk á krossinu, þá er ég læknuð, þá er ég heilbrigð og ég finn þessa sannfæringu innra með mér, ég get ekki orðið veik út af þessu. Fyrir hans benjar og í dag þá lifi ég í þessari lækningu hans og þeirri lækningu sem Jesús Kristus sjálfur er. Amen. Og þetta var árið 2019 og nú er komið 2026 og ég er ennþá frjáls frá þessum krónísku neikvæðu einkennum sem ég hafði glímt við. Þegar ég var barn þá byrjaði ég að glíma við vöðvabólgu. Þetta var löng veikindasaga.
Og mér langar að vísa hérna í Jesaja 53:5, þar sem að segir, en hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða, honum var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Og benjar þýðir sem sagt særindi eða meiðsli, og það sem er verið að vísa í hér er að fyrir hans meiðsli og særindi og að því að hann gaf líf sitt á krossinum, þá urðu við heilbrigð. Þá læknuðumst við. Og í Matteus 8:17 er Matteus að vísa í þetta vers. Og mér langar svo að lesa það fyrir ykkur af því að það er svo mikið staðfesting á þessari lækningu sem að við eigum út af verkinu sem að Jesús vann á krossinum. Og það segir, Jesús læknar. Þegar kvöld var komið færðu menn til hans, sem sagt til Jesú, marga er haldnir voru illum öndum. Illu andana rak hann út með orði einu og alla þá er sjúkir voru læknaði hann. Orð Jesaja spámanns áttu að rætast, hann tók á sig mein vor og bar sjúkdóma vora. Hann læknaði alla sem voru sjúkir. Þetta er rosalega sterkt til orða tekið. Og þarna uppfyllt hann hennar spádóm sem að Jesaja hafði spáð fyrir mörg hundru árum áður en að Jesús gekk á jörðinni og gaf líf sitt á krossinum. Þannig að lækningin er ekki eitthvað auka atriði í fagnaðar erindinu, heldur er hún innifalin í þessu verki sem að Kristur vann þegar hann gaf líf sitt á krossinum. Hún felst í því. Hún er inni í þessari sátt sem að Jesús vann fyrir okkur við föður okkur á himnum. Og þegar við förum að skilja að það er eðli Guðs að lækna, að hann er ekki bara læknir, hann er lækningin og það er eðli Guðs að lækna og það er vilji Guðs að lækna, þá förum við að geta tekið við þessari lækningu. Og eitt af mörgum nöfnum Guðs er Jehóva Rafa sem þýðir Drottinn græðari þinn. Drottinn græðari þinn. Og í Sálmi 103 þar er þetta dregið fram með skýrum hætti. Það segir, lofa þú Drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Amen. Hann læknar öll þín mein. Amen. Og Jeremía 33:6 segir Guð, ég græði sár þeirra og lækna þá. Ég geri þá heila og opinbera þeim mikla hagsæld og velgengni. Þannig að aftur og aftur og aftur, bæði í gamla sáttmálanum og í nýja sáttmálanum er að koma svo ofboðslega skýrt fram hvernig Guð er læknirinn okkar og hvernig hann læknar okkur og hann vill lækna okkur. Í 8. kafla í Matteusar Guðspjalli, þar kemur fram, verið að segja frá Jesú og það segir hérna, nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði, Drottinn, ef þú vilt, getur þú hreinsa mig. Jesús rétt út höndina, snart hann og mælti, ég vil, verð þú hreinn. Og jafn skjótt læknaðist maðurinn og hann var hreinn af þessari líkþrá. Og þarna opinberar Guð fyrir okkur hjarta sitt. Maðurinn sagði ekki ef þú getur, hann sagði ef þú vilt. Og Jesús svaraði skýrt, ég vil. Það er vilji Guðs að lækna okkur. Og Jesús, hann læknar alla. Og það þýðir samt ekki að lækningin gerist á þeirri sekundu sem að við endilega viljum eða óskum eftir. Og það þýðir ekki heldur að við skiljum allt til fulls, en það þýðir bara að við þurfum ekki að efast hans hjarta, hans vilja og það sem hann getur gert fyrir okkur. Og þannig að þegar Jesús gekk á jörðin þá læknaði hann alla sem leituðu til hans með lækningu. Og hann var ekki að horfa á það hversu alvarleg veikindin voru, hann var ekki að spyrja hvað ertu búin að vera lengi veikur eða að horfa á það. Hann horfði á trúna hjá viðkomandi
og þetta alveg gegnum gangandi stef í gegnum Nýja testamenti. Og mér langar að taka hérna 3 frásagnir af lækningu, það miklu fleiri í Nýja testamentinu, og mér langar að segja frá konunni með blóðláti, og það var kona sem hefði verið veik í 12 ár og hún var með svona mjög þungan sjúkdóm þar sem að henni blæddi sem gerði það verkum að hún var álitin óhrein og hann var útskuð á samfélaginu. Og hún trúði því að ef hún myndi bara snerta klæðin hans, Jesú, að þá myndi hún verða heilbrigð. Og í Markusi 5. kafla 34. versi, þar sagt frá þessu að hún tróð sér í gegnum mannfjöldan til að nálgast Jesú og greip í klæðin hans, og leið og hún gerði það, þá fór kraftur úr Jesú. Hann vissi ekki einu svona af henni, að hún var að tróðast í gegnum mannfjöldan til hans, fór kraftur úr honum sem læknaði hana. Og Jesús fann þennan kraft fara úr sér og hann leit við og fann konuna og hann sagði við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far í friði og ver heil, meinaði hana. Og það svo ofboðslega mikilvægt að staldra hérna við og hugsa hvað Jesús að segja. Hann segir að trúin hennar bjargaði henni. Og það sem hann að meina að trúin hennar opnaði fyrir kraft Guðs til að flæða inn í hann og lækna hana. Það var það sem þurfti og það var það sem gerðist. Og síðan sagt í Markus og Guðspjalli 10. kafla frá Bartimeus sem var blindur, og hann var þess áskynja að Jesús var að ganga framhjá og hann byrjar að hrópa á Jesús og fólk svona að reyna að þagga niður í honum og sussa á hann og ekki vera að trufla þennan merkilega mann sem að labba hana, en hann hrópa bara herra. Og Jesús stoppar og spyr hann, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Og Bartimeus segir, Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Og Jesús sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Og jafn skjótt fekk hann sjónina og læknaðist. Þarna segir Jesús aftur, trú þín hefur bjargað þér. Og það sama gerðist þegar hundraðshöfðinginn sem var rómverskur, hann kemur til Jesú og á þarna son sem hafði verið rosalega veikur og var bara alveg við dauðans dyr. Og hann kemur til Jesú og bara fer á hnén og bara biður hann að lækna son sinn. Og Jesús segir, já, komdu, farðu með mig til hans, og þá segir hundraðshöfðinginn, heyrðu, þú þarft ekki einu svona að koma á staðinn, bara eitt orð frá þér og strákurinn læknast. Og í Mattheusi 8:13 segir, þá sagði Jesús við hundraðshöfðingjann, far þú, verði þér sem þú trúir. Og leið og hann segir þetta, þá varð strákurinn heill, algjörlega heilbrigður. Far þú, verði þér sem þú trúir. Aftur og aftur Jesús að tala trú þeirra sem að læknuðust, trúin sem bjargaði þeim, trúin sem opnaði leið fyrir kraft Guðs til þess að koma niður og lækna. Og það var ekki bara Jesús Kristur sem að læknaði í Nýja testamentinu, heldur líka lærisveinar hans í krafti heilags anda. Og í 9. kafla í Lúkasar Guðspjalli það segir að Jesús hafi kallað þá saman 12 og hann gaf þeim mátt og vald. Mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Og við sem að veljum það að gerast lærisveinar Jesú Krists, og það bara að taka á móti honum og velja að fylgja honum, Jesús gefur okkur mátt og vald yfir öllu illu og til að lækna sjúkdóma. Þetta rosalega sterkt og við þurfum að taka á móti þessu í trú og ganga fram í því vald og þeim mætti sem Jesús hefur fært okkur. Ef það eitthvað myrkur að koma gegn okkur eða einhver ótti eða kvíði eða einhverju sjúkdómar að reyna að hertaka okkur, þá þurfum við að rísa upp og skipa þessu út í Jesú nafni. Amen. Amen. Og í Jóhannesi Guðspjalli 14. kafla 12. versi sagði Jesús, sannlega segi ég yður sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk en þau, því að ég fer til föðurins og Jesús kemur aftur í heilugum anda og hann með okkur. Og þegar við veljum að taka á móti Jesú
Og þegar við veljum að trúa á hann og segja Jesús og játa með munninum, Jesús, þú ert minn drottinn, þú ert minn Guð, ég vil fylgja þér, þá kemur andi, þá gerist stórkostlegasta kraftverk sem til er. Andi Guðs kemur inn í andan þinn, þú ert sál og andi, og endurfæðir andan þinn og þú fær nýjan anda fæddan af Guði. Og þessi heilagi andi Guðs byrjar að lifa innra með þér og þú ert eitt með föðurnum. Og það er þannig sem við verðum synir og dætur Guðs. Það er þannig sem við fáum inngönguna inn í himnaríki Guðs og það er þannig sem að kraftur heilags anda fyrir að starfa innra með okkur og í gegnum okkur og í okkar lífi. Og við förum með þessa bæn, þetta er bæn sem heitir frelsisbæn, við ætlum að fara með hana eftir í hugleiðslubæninni, ekki missa þessari bæn, þetta er mikilvægasta bæn sem, og mikilvægasta skref sem hægt er að stíga. Og við sjáum þetta líka í Póstulasögunni í 3. kafla, 7. til 8. versi, þar sem að Pétur segir við lamaðan mann, hann lá þarna lamaður maður sem var að betla fé og Pétur segir við hann, silfur og gull á ég ekki en það sem ég hef það gef ég þér. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret statt upp og gakk. Og hann tók í höndina á manninum og reist hann upp og jafnskjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir og hann læknaðist. Og þetta sýnir að krafturinn, lækningakrafturinn er í nafni Jesú og þeim anda sem í okkur býr og yfir okkur er. Amen. Þannig að, og ég er búin að stúdera þessi vers og öll þessi vers sem að segja frá lækningu Jesú Krist og lækningu postulana og sameiginlegi þátturinn er trúin. Og trú er ákvörðun og val og trúin okkar situr í hjartan okkar. Það er ákvörðun og það er val. Og trúin er ekki einhver fullkomin tilfinning og trú þýðir ekki að við séum aldrei hrædd, trú þýðir ekki að við efumst aldrei og trú þýðir ekki að allt í einu finnum við eitthvað svaka eldi yfir allan líkamann eða straum. Trú er að treysta Guði fram yfir það sem að augun okkar sjá. Amen. Trú er að velja að trúa því sem Guð er að segja okkur í gegnum orð sitt framar því sem við erum að upplifa í líkamannum okkar eða í kringumstæðunum okkar, framar því sem að læknirinn er að segja okkur eða greiningin eða andleg líðan eða fortíðin eða hvað það er inn í þessari efnislegu veröld. Og í Hebreabréfinu 11. kafla 1. versi segir að trúin sé fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Trú sér áður en þú sér það með holdlegu augunum. Trúin tekur á móti loforðum Guðs áður en þú finnur fyrir því líkamlega, áður en þú sér það inn í þessari efnislegu veröld. Og það var svo magnað stuttu eftir ég tók á móti Jesú og fór að vinna með honum í að fjarlæga rætur veikinda minna, þá gaf hann mér trú. Og þetta var svona trú þar sem ég var bara algjörlega sannfærð að ég væri að fara að læknast. Ég bara vissi að ég væri að fara að læknast af króníska verkjavandamálinu. Jafnvel ég var ennþá með það, en ég bara vissi að ég væri að fara að læknast að því. Og ég meira að segja labbaði skrifstofuna í vinnunni og var að segja öllum frá því að ég væri að fara að læknast, bara eftir einhverja viku eða eitthvað. Og svo gerðist það nokkru viku seinna. Og það var þessi trú sem að Jesús var að gefa mér, sem var lykilþáttur í því að ég síðan læknaðist. Og Jesús vill gefa okkur trú. Jesús vill gefa okkur þessa trú þegar við leitum hans og biðjum hann um. Og Jesús vill að við hvílum í sér. Og hann segir, komið til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Og þá munum við finna sálum okkar hvíld í honum. Þannig að þegar við gefumst upp fyrir Jesú og hættum að hamast og berjast í harki og í okkar eigin mætti, og við segjum Jesús, ég geti þetta ekki sjálf. Ég geti þetta ekki sjálfur. Ég er búin að reyna og reyna. Jesús, ég ætla að hætta að reyna að burðast með þetta sjálf eða sjálfur. Jesús, ég ætla að gefa þér þennan ótta, þessa verki, þessa greiningu, áhyggjurnar. Ég ætla að gefa upp þessa þörf fyrir að stjórna og stýra til þín. Og ég ætla að leggja þetta við fætur þína núna og ég gef sjálfa mig þér á vald. Ég beygi mig undir þína styrku hönd. Og ég ætla að hvíla í þér. Og ég ætla að trúa því að ég sé heilbrigð núna
Sama hvað líkaminn að segja mér, eða læknirinn, eða greiningin, eða verkirnir, og ég ætla að trúa því að ég sé heilbrigður, læknu núna af því að það er það sem orðið segir. Og ég ætla að ganga fram í þessari trú. Og það að ganga fram í trú þýðir að við hugsum og segjum það sem í samræmi við það sem Guð að segja okkur. Sem í samræmi við það sem að við viljum fá frá Guði. Þá erum við ekki að tala út og hugsa það sem fyrir gegn loforðum Guðs. Það sem í ósamræmi við loforð Guðs og lækningu hans. Þegar þá erum við að streitast á móti Guði og því sem hann að reyna að gefa okkur. Þannig að, og Jesaja 40:31 þetta dásamlega lofar. Þeir sem vona á, þeir sem bíða eftir Guði, fá nýjan kraft. Þeir fljú upp á vængjum sem ernir, þeir hlaup og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Og svo þetta dásamlega vers að walk by faith, not by sight, að ganga í trú, ekki samkvæmt því sem þú sérð. Guð er búinn að tala eitthvað til þín. Þú horfir á kringumstæðarnar og kringumstæðarnar er að öskra á þig þveröfugt við það sem Guð er búinn að vera að tala til. Þá þurfum við að velja hverju ætlum við að trúa. Því sem að kringumstæðarnar er að sýna okkur eða því sem Guð er að tala til okkar. Og ef við erum ekki viss hvað Guð er að segja okkur, þá höfum við orðið til þess að gefa okkur staðfestingu og við getum beðið Guð að staðfesta fyrir okkur. Ertu að segja þetta við mig? Varst að segja þetta? Varst þetta þú? Eða var þetta mínar eigin hugsanir? Amen. Og hafðu þá trú í hjartaniðinu að lækningin sé þegar þín. Jesús kenndi okkur í Markusi 11:24 fyrir því segi ég ykkur ef þið biðjið Guð eitthvað og treysti því að þið öðlist það, í ensku þýðingunni segir believe you have received it, þá mun hann veita ykkur það. Hann mun veita ykkur það. Og þetta er svo augrandi fyrir holdið okkar, að því að holdið, það vill sjá fyrst og svo trúa. Það vill fyrst fá sönnun í hinu sýnilega áður en að það vill trúa í hjartanu. Ég trúi ekki fyrir en ég sé það, segir holdið, en ríki Guðs virkar öfugt. Trúðu fyrst og þá muntu sjá. Þannig að mér langar að segja við þá sem hafa verið að glíma við veikindi, verki, andlega þjáningu, andlega vanlíðan, bugun og þreytu, ekki trúa bara þegar verkurinn er farinn. Ekki trúa bara þegar læknirinn segir, heyrðu, ég ætla að breyta þessari greiningu. Þú ert ekki lengur með hann. Ekki trúa bara þegar þú finnur að þér farið að líða betur. Trúðu núna. Trúðu á þeirri stund sem þú biður, sem þú lest í orðinu og situr í nærveru Guðs. Á þeirri stundu sem þú leggur velur að leggja þessi veikindi eða þessa þrengingar eða erfiðleika í hendur Jesú og treysta honum. Það er að stilla okkur inn á þessa tíðni sem Guð er, sem lækning Guðs er, og þá byrjar hann að flæða. Þá byrjar hann að flæða. Amen. Amen. Og eins og við höfum svo oft talað að Guð, hann gaf okkur frjálsan vilja, að hann elskar okkur og kærleikurinn sleppur, og Guð gaf okkur val og Guð gaf okkur vald. Og eins og ég var að segja áðan, að þegar við erum búin að segja við Guð, þetta er það sem ég vil. Mér langar að fá lækningu, mér langar að fá fullan styrk í fæturna, mér langar að öðlast heilbrigt hugafar og líða vel í líkamanum og geta hreyft mig og geta gert þetta. Og þá er svo gott að skrifa niður það sem við viljum og velja að setja inn í hjarta okkar. Og þá fyrir við að samræma huga, hjarta og orðin okkar við það sem við erum að bíða eftir að fá frá Guði. Ekki tala gegn því sem þú ert að óska eftir. Og ekki tala vandamálið, ekki tala veikindin, talaðu við það. Skipaðu því að fara út í Jesú heilaga nafni. Ekki fóðra það og stækka það með að tala sífellt það.
Guð hefur ekki bara gefið okkur bænina, heldur líka hugar, ímyndunar, tungu og vald. Og það sem við tölum út, það vald sem að fylgir orðum okkar. Og það segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 2. versi, fylgið ekki háttsemi þessa heims, látið umbreytast með nýju hugafari. Og það var ein af þessum þremur rótum sem Jesús opinberaði fyrir mér. Ef þú ætlar að læknast og vera algjörlega heilbrigð, þá þarftu að umbreyta hugafarinu og ná stjórn og tökum á hugafarinu. Ég hélt að ég hafði ekkert valdið um mínum eigin hugsunum. Ég hélt að það væri bara svona því að hausinn á mér væri bara svona ótrúlega veikur. En þetta ekki svoleiðis. Við höfum vald yfir okkar eigin hugsunum og við höfum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krists. Og það þýðir að við veljum að hugsa það sem bjart og fallegt. Ef að hausinn í rugli og við erum ekki að ná neinni stjórn, þá fókusum við á Jesús. Við horfum upp í himinn og við segjum, Jesús, ég ætla að fókusa á þig, ég ætla að hugsa þig, ég ætla að segja Jesús aftur og aftur og aftur þar til ég finn að hugur minn fyllist af ljósi og friði og ró. Og það virkar. Og því ofta sem hún gerir þetta, því auðveldara verður þetta. Og því heilbrigðara verður hugafarið þitt. Amen. Og þegar við frelsumst og endurfæðumst, þá fáum við nýjan anda fæddan af Guði. Og hann fullkominn og hann heilagur, hann stórkostlegur. En við erum ennþá með gamla hugan. Og það svo mikilvægt að eftir að við frelsumst og tökum á móti Jesú, þá sálin okkar hólpin. Það ekkert að fara að breytast. Við erum hólpin fyrir náð. En við þurfum að vinna með Jesú í að umbreyta hugafar okkar. Og það eru allt of margir frelsaðir kristnir einstaklingar þarna úti sem eru nýsköpun í Kristi en ennþá með gamla hugafarið. Þeir fylgja mér. Og það þess vegna sem svona margir kristnir einstaklingar eru ennþá að glíma við erfiðleika og sjúkleika og vandamál og alls konar bresti. Og ég ekki að segja að við erum að vera fullkomin, en þetta andlegt þroskaferðalag þar sem við erum að vaxa með Kristi. Og hluta því að endurnýja hugafarið sitt og ná tökum á því og stjórn á því. Og þegar við erum að endurnýja hugafarið okkar, þá algjört lykilatriði að lesa í orðinu, í Biblíunni. Og það segir í orðskviðum í 4. kafla, láttu þau ekki víkja frá augum þínum, því að þau eru líf þeim sem hljóta þau og lækning öllum líkama þeirra. Orð Guðs lækning. Jesús orðið og orð Guðs lækning. Og það skiptir ekki máli, þú sért að lesa í Biblíunni og þú skiljir ekki hérna eitt aukateki orð, andinn þinn skilur og krafturinn í orðinu að smjúga inn í hjartað, inn í líkamann þinn, inn í sálina þína, inn í huga þinn og lækna og umbreyta og lýsa upp. Það rosalegu kraftur. Amen. Þannig að orðið, við má hafa orðið fyrir augum okkar og fyrir þá sem hafa aldrei lesið, mjög óvanir að lesa í Biblíunni, byrja smátt, 5 mínútur á dag. Já. Bara 5 mínútur á dag. Settu tæmar á síman, taktu Biblíuna. Ef þú hefur aldrei lesið í Biblíunni, þá mjög gott að byrja í Guðspjöllunum. Byrjaðu bara í Jóhannesar Guðspjalli eða Matthíasar Guðspjalli, lesti 5 mínútur, punktur. Það var þannig sem ég byrjaði að stunda hugleiðslu. Þegar ég byrjaði fyrsta stund á hugleiðslu að því að hausinn á mig var í svo miklu rugli og ég var í örvæntingu fullri leita lækningu og þá fann ég Jesús, það stórkostlegasta og fallegasta og besta sem til Og við ætlum að fara bara í fyrirbæn, en mér langar til þess að nefna hérna eitt af mínum uppáhaldsversum í orðskviðunum 18:21. Líf og dauður á tunguna valdi, sá sem henni beitir mun og þiggja ávöxt hennar. Ekki tala myrkur, ekki tala sjúkleika og veikindi, ekki tala vanlíðan, ekki tala bölvun yfir lífið þitt og heilsu þín og líkamæðin. Það getur vel verið þessar hugsanir sé að poppa upp, ekki tala það út, það meiri kraftur í því sem við tölum út heldur en því sem við erum bara að hugsa. Og Jóel 3. kafla 10. versi okkur kennt að breyta játningu okkar og tala út þvert á aðstæður okkar. Og þar okkur kennt að hætta að segja ég er veik, ég er veikur, ég verð aldrei heill, þetta bara hlutskipti mitt, ég mun alltaf vera svona, ég hef alltaf verið svona, þetta ólæknandi, ég með ónýtt bak, ég að drepast, mér illt, ég alltaf þreytt, ég alltaf þreyttur, ekki tala svona.
Við byrjum að tala út í trú, byrjum að segja fyrir hans spenjar er ég heil, er ég heill, Jesús Kristur er læknirinn minn, Jesús Kristur hefur læknað mig núna og ég tek þessari lækningu, orð Guðs eru lækning og líf í líkama mínum og hjarta mínu, ég er sterk, ég er sterkur, ég er hraust, ég er heilbrigð, mér líður vel í bakinu, ég er með sterka heilbrigða fætur, ég treysti Guði og ég veit að hans lofar mun rætast í mínu lífi. Amen. Amen. Þetta er trúar yfirlýsing. Við erum að tala út í trú og við erum að segja Guð, ég ætla að trúa þér. Ég ætla ekki að trúa því sem heimurinn er að segja mér, ég ætla að trúa þér og því sem þú ert að segja mér. Og þannig erum við að samstilla huga, hjarta og tungun okkar við orð Guðs og við Guð sjálfan. Og ég lifi eftir þessari reglu í dag og ég reyni, auðvitað get ég ekki farið eftir henni fullkomlega, en ég reyni mitt besta. Ef ég vil ekki að sé satt, þá segi ég það ekki og ég hugsa það ekki, ég segi og hugsa það sem ég vil að sé satt. Amen. Og það þýðir ekki að við eigum aldrei að ræða neitt slæmt. Það getur komið eitthvað upp. Við fáum eitthvað alvarlega greiningu. Það er eitthvað aðkallandi vandamál til staðar sem við þurfum að takast á við. En ræðum allt þetta slæma beint við Guð. Farðu með þetta til Jesú og ræddu þetta við hann. Hann er sá sem veit allt, skilur allt, getur læknað allt. Segðu honum hvernig þér líður. Segðu hvað það er sem þú ert að glíma við og þegar þú byrjar að eiga þetta nána samfélag við Jesú og ræða við hann á þessum nótum þá myndu finna kraftans og lækningu. Þú myndu finna tárin byrja að renna og léttin í hjartaneginu. Ég get algjörlega sagt þetta fyrir vissu ef að þú leita til hans með þessum hætti þá myndu finna nærvera hans og þú myndu finna kraft heilags anda starfa innan með þér. Hann er huggarinn okkar og hann er læknirinn okkar og við leitum hans fyrst. Ég leita aldrei til fólks fyrst með mín vandamál. Ég leita alltaf til Jesú og ef hann segir fara og tala við þennan þá fer ég að gera það. Af því ég veit það ef ég er að glíma við eitthvað vandamál, eitthvað erfiðleika og ég tek upp símann og ég hringi systur mína og mömmu mína og pappa minn og manni minn og nágrannan og ég byrja að tala, þá veit ég að ég er að festa í sessi það sem ég er að tala um og ég er að skapa meira af því. Aldrei kvarta, to complain is to remain. Ef við kvörtum, þá sköpum við meira af því sem við erum að kvarta um. Amen. Amen. Þannig að við leitum fyrst hans og núna langar mig til þess að biðja fyrir öllum sem er að hlusta. Og þetta er þannig bæn og við förum í beinu framhald af henni, þá förum við bara inn í huglauslu bænina og þar ætlum við að hafa frelsisbænina líka og við höfum verið að gera þetta þannig að ég bið heilagan anda að koma og biðji gegnum mig og síðan bíði eftir heilugum anda og þegar ég finna hann er kominn þá einhvern veginn flæðir þetta bara út. Og hérna ég hvet ykkur til þess að vera með í þessari bæn. Heilagur andi, ég bara bið þig velkominn og ég finn fyrir nærveruðinni núna og við viljum bíða eftir að þú bara flæði fram og starfir með þeim hætti sem að þú vilt og ég bið þig heilagur andi að biðja fyrir sonum þínum og dætrum sem að eru hér að hlusta og sem að hlusta líka síðar á upptökuna. Í Jesú nafni, þá opnaði hjartað þitt fyrir heilugum anda núna og ljósið Jesú Krist flæðir inn í hjartað þitt og lýsir það upp. Og í Jesú nafni þá kem ég gegn allri skömm og ég rek hana út núna. Og í staðinn kemur umburðarlyndi og auðmýkt Jesú Krists og iðrun Jesú Krists inn í hjartað þitt. Og þegar Guð horfir á þig, þá horfir hann á þig með elskandi hjarta.
Hann horfir á því með velþóknun í hjartanu. Og hann sér þig sem fallegt, yndislegt barn sitt. Og hann þráir að þú sjáir sjálfa þig eins og hann sér þig. Það fallega, það góða og það heilbrigða. Og ég skynja bara núna að Guð að lækna sjálfsmyndina þína. Og Guð að gefa þér nýja sjálfsmynd. Sem svona guðleg, fulla ljósi, fulla heilbrigði. Og í Jesú nafni þá bara hasta ég á öll boð og bönn og höft og ég tala frelsi heila sanda inn í hjartað þitt. Ég tala frelsi heila sanda inn í hugan þinn. Og það sem að óttinn hefur verið að halda þér niðri í Jesú nafni, reki hennan ótta út og í staðinn kemur frelsi, Jesú Krist og friður. Og þú finnur hvernig óttinn lyftist af þér núna. Af því að innra með þér er máttur og vald Guðs. Og heilagur andi sendir orð sitt og lækna núna í Jesú nafni. Og það er þessi trú og fullvissa og sannfæring sem að kemur inn í hjartað núna að þú ert læknuð, þú ert læknaður núna. Og þú ert ekki að horfa á tilfinningar þínar eða líðan þína eða líkamann þinn eða kringumstæðurnar, þú ert að horfa á Jesú Krist og það sem segir í hans orði og það er það sem þú trúir. Það er þinn raunveruleiki, það er Guðs ríki núna innra með þér. Og ég bara hasta á alla uppreisn og ég tala uppgjöfin í staðinn. Við gefumst upp fyrir þér, heilagur andi. Mér langar til að snerta núna huga hvers og eins sem er að hlusta og segja heilagur andi umbreytir hugarfarinu, endurnýjar hugarfarið þitt núna og ég skipa hverri hugsun að hlýða Kristi. Og það kemur friður, og það kemur ró inn í hugarfarið þitt og það kemur þessi fókus á Jesús allan daginn, alla daga. Amen. Við ætlum að fara þá bara beint inn í hugleiðslubænina og þú mátt endurtaka eftir mér upphátt eða í hljóði í hjartanuðinu ef þú vilt og gera þessa bæn að þinni bæn og ég ætla að biðja líka heilagan anda að leiða þessa hugleiðslubæn. Kæri Jesús, ég vel að trúa því að þú sért Guð. Ég vel að trúa á þig og treysta þér. Ég þakka þér fyrir það verk sem þú vannst þegar þú gafst líf þitt á krossi. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að gefa mér nýjan anda, fæddan af þér. Og ég vel að stíga inn í ljósið þitt núna. Ég tek við þínum friði, Jesús, inn í hjarta mitt.
Og ég tek við þinni iðrun Jesús inn í hjarta mitt líka. Og ég þakka þér fyrir að blóð þitt hefur hreinsað mig. Og ég þakka þér fyrir að fyrir þínar benjar er ég heill núna. Og í Jesú nafni, með því valdi og þeim mætti sem að Guð almáttugur sjálfur hefur veitt mér, þá rek ég út alla sjúkdóma, öll veikindi og allt myrkur núna. Í Jesú nafni rek ég út allan ótta og ég vil að fylla huga minn, sál mína og líkama og hjarta af þér, heilagur andi. Fylltu mig núna. Jesús Kristur, þú ert læknirinn, þú ert lækningin. Og nú ætla ég að hasta á allar bólgur, ég hasta á allar sýkingar og verki, spennu og þreytu og örmögnun í Jesú nafni reki út núna. Ég hasta á allar höfuverki, bakverki, alla vöðvabólgu, alla taugaverki, í Jesú nafni reki út alla gigt, allan kvíða og allt þunglindi. Allt sem er ekki frá Guði reki út núna í Jesú nafni og í staðinn kemur meira af Jesú. Lækning Jesús og heilbrigði Jesú Krist. Og í Jesú nafni tala ég frið inn í taugakerfið þitt. Ég tala ró inn í taugakerfið þitt. Og ég tala styrk Guðs inn í beinin þín. Og ég tala heilbrigði inn í svefninn þinn. Og ég bið heilagur andi að fylla þau núna. Og ég lýsi því yfir í trú að við erum öll hólpin og læknuð. Heil og frjáls. Í Jesú heilaga nafni.
Það eitt sem að koma til mér núna, svona opbáslega myrkar svona hugsanir og svona ranghugmyndir og svona paranoia sem að getur fyllt þessu myrkri. Ég sé í Jesú nafni þá reki ég þetta út núna og komi sannleikur Guðs í staðinn inn í hjarta. Og ég tala sannleika Guðs inn í hjarta þetta núna. Þessar hugsanir eru farnar og geta aldrei komið aftur. Það er bara komið svona geðheilbrigði, bara heilbrigði inn í geðið þitt. Frjáls sonur, frjáls dóttir. Það er líka sem kemur til mín einhver sem er búin að vera að glíma við svona meltingavandamál og svona eitthvað verki eða krampa eða eitthvað vandamál þar. Og ég er bara að tala lækningu og lífheilasanda sem flæðir núna í gegnum öll meltingafærin og í gegnum ristilinn og í gegnum hverja einustu frumu á þessu svæði í Jesú nafni. Þetta er heilt. Þú finnir svona létti hérna yfir meltingunni núna. Og það er einhver sem er búin að vera með gangráð og ég bara sé Jesú leggja hendina yfir þetta svæði og bara tala lækningu núna lækningu. Í Jesú heilaga nafni. Það er einhver sem hefur gengið í gegnum svona svik sem hafa sært og meitt. Og bara Jesús kemur inn í þessar aðstæður núna og bara fyrirgefur þessu og læknar þetta. Og ég hasta á allar blekkingar sem hafa fyllt þessu og ég tala sannleika Guðs inn í þessar aðstæður núna. Og það er eitt sem ég sé að það hefur verið svona myrkur yfir augunum á einhverjum sem hefur gert það að verkum að viðkomandi er ekki að sjá hlutina skýrt. Að viðkomandi er að sjá allt með einhverjum svona dökku neikvæðu ljósi. Og í Jesú nafni þá bara opna ég augu viðkomandi og bara afhendi augunin í þínar hendur Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú lýsir upp þetta myrkur og það kemur svona birta og fegur og ljós. Og þú fer að sjá hlutin í réttu ljósi, í heilbrigðu ljósi, í björtu ljósi. Og þegar þú lokar augunum þá sérðu ekki lengur eitthvað dökkt eða ljótt eða óþægilegt, þú sérð bara Jesús og fegurð.
Amen, við skulum. Það ein lítil bæn sem kemur á hann við ljúkum stundinni. Heilagur andi, ég bið að snerta við hjarta hvers og eins sem hér að hlusta. Og ég tala bara hungur og þorsta inn í hjarta viðkomandi eftir biblíunni, eftir orði þínu, eftir nærveru þinni. Og ég bið að metta hvern og einn. Ég bið að metta hvern og einn. Og ég bið leiðsögn þína, heilagur andi, fyrir hvern og einn hérna inni, svo að viðkomandi megi þroskast og vaxa í þér. Í Jesú nafni, amen. Amen.